Góðan daginn og verið velkomin á hádegisfyrirlestur Þjóðminjasafns Íslands. Það ánægjulegt að sjá hvað þið eru mörg hér í dag. Þessi fyrirlestrarröð, hún haldin annan hvern þriðjudag hér í Þjóðminjasafninu og næstur í röðinni, það hann Ívar Brynjólfsson, ljósmyndari safnsins, og hann ætlar að fjalla ljósmyndun á kirkjum Íslands, en núna fyrir áramót kom út síðasta bindið í þeirri ritröð og þessi fyrirlestur hans 19. febrúar, en annars þá hvet ég ykkur til þess að fylgjast með dagskráni á vefsíðu safnsins. Í dag þá flytur fyrirlestur Dr. Steinunn Kristjánsdóttir, fornleifafræðingur. Hún ætlar að kynna fyrstu niðurstöður nýhafinnar fornleifarannsóknar á dauðadómum og aftökum á Íslandi eftir siðaskipti. Í fyrirlestrum í dag lögð sérstök áhersla á að rýna í stöðu dauðadæmdra og vanmátt þeirra gagnvart yfirvöldum. Nú í lok fyrirlestursins þá gefið færi á spurningum. Ég heiti Ingunn og vinn hér í Þjóðminjasafninu og ég verð hreinlega með hljóðnema og geng á milli. Síðan eftir þetta erindi þá langar mig líka til þess að bjóða ykkur öllum að skoða sýningu sem að Steinunn vann að hér í safninu og heitir Leitin að klaustrunum, klausturhald á Íslandi í 5 aldir og byggir á rannsókn og samnefndri útgefinni bók eftir hana. Gjörðu svo vel, Steinunn. Já, komið öll sæl og blessuð og velkomin á þennan fyrirlestur. Eins og Ingunn sagði þá ætla ég að kynna rannsókn sem ég hóf fyrir 1 ári það bil. Og þetta svona fyrstu niðurstöður og sem sagt dauðadóma og aftökur og ég hef notað ár nýöld til þess að skilgreina betur tímabilið sem að ég að vinna með og það kannski mörg ykkar sem að velti því fyrir ykkur hvað þetta þýðir, en þetta tímabilið eftir siðaskipti svona fram undir, 1850, 1900. Þetta sem sagt öldin sem tekur við að miðöldum og síðan nýöld eftir það. En Ingunn nefndi líka sýninguna uppi og rannsókn mín á klaustranum á Íslandi og þessi rannsókn kemur svolítið svona sem framhald af því. Það kannski ekki alveg skýrt af hverju það en ég ætla að fara aðeins betur yfir þá eftir en ég tók svona fljótt eftir því að það varð svona einhver bylgja í aftökum á Íslandi eftir siðaskiptin þegar klaustrunum var lokað en við siðaskiptina þá tóku veraldlegi valdhafar sem að hér og þetta saman að gerast í öðrum kaþólskum löndum í kringum okkur, þar sem að siðaskiptin urðu svipað leyti, að vald til refsinga færist til veraldlegra valdhafa. Áður var það kirkjan sem að var að mestu leyti fór með þennan málaflokk og þetta náttúrulega eitt af þeim málum sem að var rifist eða málaflokkum þeir áttu að innleiða kirkjuvaldstefnu páfa eftir kristnitöku og eins og þið þekkið flest að þá urðu mikla deilur af því sem kallað staðamálin en þau fjalla svo mikið meira heldur bara staðina, heldur vald til refsingar og fleira, hjónabandsmál og fleira, eða innkvænið og þegar náðust sættir innleiðingu kirkjuvaldstefnu páfa í landslög og kristniréttur Árna Þorlákssonar var innleiddur að þá samt gáfu veraldlegir valdhafar eða fengu þeir eitthvað af refsingum, líkamlegum refsingum í sinn hlut, en þetta var náttúrulega tekjulind og sérstaklega náttúrulega fyrir kirkjuna vegna þess að fólk gat afplánað eða leita griða í klaustrunum
kirkjurnar og klaustrin voru griðastaðir fyrir alla sem þurftu og ég minni yfirferð á klaustursögunni þá kemur það í ljós að þetta var mjög ríkt hér á Íslandi líka, ríkur þáttur í klausturstarfinu, rétt eins og í nágrannalöndunum, að það komið með lík fallinna, særða úr bardögum, konur gátu flúið í klaustrin undan ofbeldi heima hjá sér, eða það er allavega eitt bréf til það og það er bara öllu mögulega leyti, það er morðingi sem er húsvörður eða hvað segir maður, hvað heitir þetta, húsvörður eða sér húsin í Helgafellsklaustri og hann er að vinna af sér og fólk gat borgað líka fyrir syndirnar og klaustrin náttúrulega græddu mikið á þessu og það gat annarkvort unnið af sér syndirnar eða það borga fyrir þær eða allt mögulegt og þið þekki aflátsbréfin sem er nú sagt að hafi nú verið kirkjunni á falli að fólk gat keypt sér aflát fyrir hugsanlega syndir og ég veit ekki hvort að ykkur heyrt mig nefna þetta en ég verið að líka svo við það þegar fólk kaupir sér frelsi á síman að það emmar skildin og ætla að hringja að þá er þarna inneign og en þetta og Kaþólska lóð undir sig gull og gersemi vegna synda annara en síðan aftur í síðaskiptina þá náttúrulega klaustrunum lokað og sem sagt vald til refsinga fer alfarið yfir til eða nánast alfarið kirkjan skipt fyrir undraði aðeins til veraldlegra valdhafa og það er Danakonungur hér og það eru sýslumenn sem sjá að dæma í málum en síðan uppgötvaði ég nú bara nýlega að Guðbrandur biskup á Hólum sem að tók við embætti þar 1571 að hann afnam kirkjugrið. Þannig að það var ekki lengur hægt að leita í kirkjurnar eða klaustrin, þau farin til þess að verjast og það eru dæmi það að morðingjar eru gripnir inn í kirkjum og eitthvað svona, þar var ekki lengur þessi grið. Þetta var nú svolítið langur formúli en mér langaði að segja þetta fyrst það var líka önnur ástæða fyrir því að mér langaði að skoða þetta vegna þess að klausturstað, sýslumenn, umboðsmenn Danakonungs settu stað á klausturstöðunum yfirleitt, það er ekki alveg alltaf og þannig að þegar ég var í mitt klausturleitinni þá er ég alltaf að rekast á einhver mál sem að aftökur og dauðadóma og sérstaklega var það náttúrulega Sunnefumál á Skriðuklaustri í Fljóstar sem ég ætla nú að koma aðeins að hérna í lokin og í þessu sambandi við svona valdamisvægi milli afbrotafólks og svo valdhafa en síðan ég var að grafa á Þórarinstöðum í Seyðisfirði, þar er eitt mjög athyglisvert mál og þetta er nú bærinn einmitt á Þórarinstöðum hérna, hvað sýna nokkar myndir? Nei, Þórarinstöðum hér, síðan ég nú sjálf af Barðaströndinni og þar er eitt mál Guðrún Skaftadóttir var tekin að lífi Svínkóttin á Vaðlþingi var drekkt þar í ánni og eins Guðrún Valdadóttir Patreksfirði og svo náttúrulega Steinunn og Bjarni frá 7. Rauðasundshreppi og svona þetta hefur svolítið verið svona allt í kringum mig og það var eiginlega svona fyrir 1,5 ári eða 2 sem að maður frá Patreksfirði kom til mín með bein sem hann fann við Mikladalsána þar sem að Guðrún Valdadóttir hafa verið drekkt, þetta er Mikladalsáin og taldi þetta verið bein úr henni sem líklega er. Þannig að það varði eiginlega svona kveikjan að ég ákvað nú bara að fara af stað með þetta og markmiðið var fyrst bara að kortleggja þetta, að kortleggja aftökur. Ég er að vinna að rannsókn á Þingeyrum í Húnaþingi og þetta átti að vera svona einhvers hliðarverkefni en ég held þetta sé að verða svo risastórt að þetta verður nú ekki hliðarverkefni en ég ætlaði sem sagt að kortleggja svona aftökur og aftökustaði og þetta er líka bara til að skrá þessa minjar og það sem maður hafði heyrt þetta, leita dysjum líka
en síðan ekki dáið áður en að aftöku kom sem eru samt fyrir þessar. En hugsanlega bara ykkur til þess að skoða þessi aftöku mál betur og síðan að skrá og greina bein og gripi og aðra leiðir sem hafa fundist og svo langaði maður að skoða þannig að fyrstalega kortleggja aftökurnar en síðan að skoða þetta væri svona viðbót við þetta að safna þessu saman en skoða en skyn, aldur og fyrir stöðu, börn, það oft börn sem að afkomendur þeirra sem teknar lífi koma oft í sögu og síðan þessar brot, dóma og eigur og síðan sögu böðlana oft voru það líka dæmdir menn sem að gátu afplánað með þessum hætti og síðan ætlaði ég svona í framhaldinu að nota efnið svona til þess að túlka það nánar og skoða þá svona valda misvægi. Þá hefur nú mikið verið talað vinnukonur sem hafa verið teknar af lífi og það þetta er mjög oft og ég hef eiginlega ekki fundið dæmi manneskju og yfirstétt sem hefur tekin af lífi, það er örugglega til einhver dæmi og þetta snýst mikið vald og hræðslu og til að viðhalda aga og ég ætla að koma aðeins inn á það á eftir líka. En þetta var svona stutt þetta en eins og ég segi þá átti þetta nú verið eitthvað stutt og lítið verkefni en það kom mér og við erum aðalega búin að fara yfir annálana. Ég hef nú verið að vinna með hópa fólki, ég hef ekki verið einn að þessu og við erum aðalega búin að fara yfir annálana og eitthvað yfir alþingisbækurnar og við erum að vinna í þessu og það kom mér verulega óvart þegar listinn bara lengdist og það eru sem við erum búin að tína saman og var enn að bætast bara einn við og listan í gær að það er 237 dauðadómar á þessu tímabili 1550 til 1830 og af þeim eru sem sagt 234 aftökur og mér finnst þetta gríðarlega mikill fjöldi og það kemur mér bara verulega óvart. Þetta er kannski eitthvað sem maður fyrir eftir en mér finnst þessi saga með þessa tímabils svolítið og þessa tímabils þetta aftökur eða þessi stað svolítið farin í sögunni. Það er svolítið svona eins og það bara ég helst ekki tala þetta en mér finnst bara og mér finnst sjálfur þetta svolítið óhuggulegur rannsókn og stundum bara langt að hætta við eitthvað þannig en þetta er svo hræðilegt og það er sagan alltaf bak við einasta mál og það er merkilegt að það er 227 dauðadómum af þessum 287 er eingöngu framfylgt á þessu tímabili þetta 1582 til 1792 og Guðbrandur biskup afnemur kirkjugrið 1587 en það eru líka með sem ég alltaf nokkja með í byrjun að það er sem sagt afturkúður vegna síðaskiptana en eins og við þekki kannski að það var kaþólsk trú bönnuð við síðaskiptin og þetta líka gyðingdómur og fleira og allavega í Danmörku þar var líflátsdómur við einhvers annars en lúterstrúar. Við vitum ekki hvort að það var líka hér en það voru 6 teknar lífi í tengslum við það en síðan hefst þessi hreina að aftökur hefjast fyrir alvöru 1582 og þetta er alveg gríðarlega hátala og síðan er svolítið merkilegt líka þjófar eru líka teknir af lífi á frekar stuttu tímabili og ég verð nú með fyrirlestur á ráðstefnu helgina þá þegar bara tala þjófana því það er svolítið merkilegt að það kom mér verulega óvart að tala svo mikið svo sem við vinnukonunnar og það þeirra saga mjög merkileg í þessu en þjófana ekki síður og kallmanna yfirleitt og kallmenna lágum stéttum fara líka mjög illa út úr þessu og þjófarnir virðast aðalega hafa fátæklingar, flakkarar og sem að voru bara teknir af lífi þegar það var hreinsa til í samfélaginu og leti þótti, þeir voru bara
svo líka galdrabrennurnar, þar voru náttúrulega bara mjög stuttu tímabili og ég ætlaði nú að sýna ykkur hérna aðeins, við erum búin að setja hérna á heimasíðu okkar hérna lista yfir hérna þetta virkaði ekki alveg og ég ætlaði nú bara aðeins að renna yfir hann lista og ég prenta nú hérna 5 eintök sem ég ætlaði bara að láta ganga hérna líka svo þannig að við áttuðu frá listan þetta er bara 5 en ég ætla að sýna ykkur þetta þetta nú við, það spurning hvort að ég ná að, hvað sagði hann, ég átti ekki að slökkva hér ha á hverju kemur þetta ekki þetta nú við svona, nú kemur þetta nei, vildi bara aðeins sýna ykkur þetta er nú bara svona við tekið þetta saman bara í Excel og þá það hver og eitt svona auðkennisnúmer sem skráður þessi kalla að kona leitum upp aldur og brot og þetta við erum með meiri upplýsingar í grunnskráningunni okkar en þetta er svona það sem að einfölduð skrá og en þið sjáið mér langaði bara að sýna ykkur hvað þetta er svakalegt og bara fletti gegnum þetta aðeins hérna en ég veit ekki þessi listi er sem sagt á þessari heimasíðu sem við erum með en þetta er bara ótrúlegt sko já þetta er eiginlega bara hi.is SJK og en þetta er bara og eins og ég segi það er saga bak við öll þessi mál og ég veit ekki hvort ég á að fletta þessu alveg til enda, þetta er 237 en ég vildi bara sýna ykkur þetta sýna ykkur hvað þetta er rosalega mikið og þetta er eiginlega bara á annálum og ekki úr við bara að fara út úr þessu því að mér finnst þetta alltaf langt til þess að vera að setja þetta út á endan hérna erum við bara komin í 153 þannig að gera svona þá fer ég aftur bara í fyrirlesturinn hér og það er annað sem að við hefum verið að gera já það er nú að næstu glæru en þetta eru sem sagt 5 flokkar brota sem að kallaði á sem kölluðu á dauðadóm og það er nú eftir síðaskiptin eða 1564 að þá er innleiddur svo kallaður stóri dómur sem Danakonungur innleiddi og hann átti sérstaklega að taka á siðferðisbrotum og það var nú eitthvað nýtt frá því það var áður dómur fyrir siðferðisbrot það var ekki tekið sérstaklega á því og það þarna sem að vinnukonuna koma sérstaklega inn í það eru þegar foreldrar og oft er þetta konur drápu nýfædd börn sín og það var nú þannig að konur til dæmis vinnukonur sem eiga oft í hlut þegar þetta fyrirgera börnum sínum að það verðast þetta er oft sko húsbóndinn sem á börnin og ef það er eignast börn í vinnu sem vinnukona þá er það bara, þá er það náttúrulega verða rekna úr vinnunni og það þýðir þá ekkert lítið þar eftir það og eins og til dæmis Guðrún Valdadóttir sem var drekkt af aðli sem ég sagði fyrir aðeins frá áðan og hún eignaðist tvíbura og draf þau og það var eiginlega alltaf drekking fyrir þannig brot síðan er blóðskömm og það er þegar skyldmenni eða venstafólk eignaðist börn saman og það er líka svolítið flókið fyrirbæri þetta er ekki bara blóðskyldmenni heldur ýmislegt annað til dæmis Guðrún Skafstadóttir sem var drekkt
Mikladalsá í Patreksfirði, hún eignaðist barn og átti reyndar annað barn fyrir og það þurfti að feðra öll börn og fyrirverandi tengdafaðirinn segist eiga þetta barn til að reyna að bjarga út úr svo, en það var síðan flokkað sem blóðskömm og þau voru bæði til lífi fyrir það. En og hann elsti held ég 80 eitthvað ára sem til lífi. Síðan morð og þannig að fyrir utan dulsmálin að það er svona drekking eða að fólk var hálshöggvið fyrir blóðskömm, en síðan fólk hálshöggvið fyrir morð og svo hérna galdrana að það þá fólk brennt fyrir það og galdrarnir gengu út á það eiginlega bara þarna það var kannski fæddist barn með fötlun á einum bæ og þá var maður á næsta bæ talinn hafa staðið fyrir því að svona var og eða þá einhver fiskaði ekki eins og hann hafði vonast til að það var það líka talið kannski einhver á næsta bæ eða farin einhverja galdra. En þessu er oft ruglað saman við galdrafáru sem var á miðöldum í Evrópu. Þar voru mest konur brenndar en hérna á þessu tímabili sem við erum að fást við og þar þess að brunnin, það er þess konar galdrar og það miklir karlar þá og það líka hérna á Íslandi eins og annars staðar. Síðan þjófnaður það var hengi, en síðan fólk hálshöggvið eða drepið hreinlega bara ég veit ekki allt uppi hérna fyrir eitthvað hafa trúa sem ég veit að hafa með. En þetta náttúrulega alls ekkert algilt, en þetta svona nokkurn veginn þetta. En síðan allavega 2 dæmi svona sem mætti kalla svona auga fyrir auga, að það var drekking fyrir morð sem var framið með drekkingu, það var sem karlmaður sem drekti stálpæri dóttur sinni, það sem ekki Bullsmánsson, og svo kona sem brendi barn í grautarpotti og þarna hún var sem sagt hún var brend en og þannig þetta í nágrannalöndunum var oft svona einhvern veginn samskonar dómur fyrir fólk drepið með sama hætti kannski og það drapið eða eitthvað þannig sko. En síðan eins og þjófnaður og flak, það eru 3 konur í þessum hópi, eða 2 eiginlega og þetta nefnilega í einhverjum tilfellum að þá þetta pör sem ekki máttu giftast og fara á flak og það ein kona reyndar sem bara hafa verið tekin lífi fyrir þjófnað, en svo dæmum 2 sem voru þarna tekin af lífi fyrir sem bjuggu saman bara og það það hórdómur líka inn í því. En eitt sem við höfum verið að gera að nota GIS forritið sem svona landfræðilegt upplýsingakerfi til þess að kortleggja þessa staði og þetta nú eitt af mörgum kortum og þetta eru heimabæir þeirra sem voru teknir af lífi, en ég ætla nú að koma að því hérna eftir að þjófarnir eiga nú yfirleitt hvergi heima, þannig að þetta nú kannski aðrir en þjófarnir. En svo sjáum við hér svona heildartölu hvernig þetta eykst hér sem þetta eftir síðaskiptin, en síðan kemur bylgja í aftökum og þetta allt upp í 10 á stuttu tímabili og þetta eru öll brot og síðan dettur þetta niður þarna undir lok 18. aldar og þetta gríðarlegur fjöldi og það áberandi, það og kemur kannski við með þjófana hérna 1702 og eftir það á þessum tíma Árni Magnússon hann fann að því að hérna má eiginlega segja að fyrri hluta tímabilinu þá mikið dæmt í héraði og Árni Magnússon finnur að því að það séu bara sýslumenn sem séu að dæma fólk til dauða sem verðist bara að vera eftir uppi og drepnir og það engin dómur beinlinis og hann vil færa þetta meira á Alþingi og eins að það sé einhvern svona sönnunarbyrði og hafa koma meira skikk á þetta, en á sama tíma og hann að skrá manntalið hérna og jarðabækurnar og en á sama tíma þá
hann svona hugsa samfélagsumbætur og þær felast mikið í því að losa sig við aðbrotafólk og losa sig við til dæmis þjófana og það virðist bara hreinlega að vera einhvers slags hreinsun þegar kemur að því og en hér svona þetta eftir brotum, það þarna sjáum við að þjófnaður langstærsta súla og síðan blóðskömm og dulsmál sem stundum og 12 dæmi það og þá það feðgin eða þessi eignarspöld eða og eitthvað þannig síðan það galdur 22 og morgun 33 þetta tölur sem við erum komið með núna en eins og ég segi þá við eftir að fara yfir hér sjáum við eftir kyni líka og þar sjáum við að konur eru meirihluta í blóðskömm og dulsmálum og ég tel að það hafi verið svolítið svona út af stöðu þeirra en síðan það þjófnaður eins og ég talaði áðan að það eru bara 2 konur hugsanlega 3 sem á eina af þessum 3 reyndar dæmt fyrir fleira heldur en bara þjófnað og flakk það er reyndar inn í þessu og svo annað þarna það eru ýmis konar brot landráð, hórdómur og allt mögulegt þannig en svona hlutfallið þið sjáu að karlmenn eru langstærsti hópurinn og þjófarnir eru stærstir þarna og þeir voru hengdir ég var þessi teikningar í Jónsbók af því að það margir velti fyrir sig hvernig var það að hengja menn að þeir eru gálgar út allt og ég gálgagil og svona og ég ætla að sýna ykkur myndir af því eftir ég fór að meta eftir hvort þetta geta verið þessi svona teikning geti lýst því en ég held nú samt ekki og svo aldursdreifing kvenna það vantar reyndar eina á listan sem að við ákváðum að setja ekki inn sem sennilega var 13 ára sem var dæmd til dauða hún eignaðist barn með það var sem sagt blóðskammarbrot með manni sem hafði eignast barn með móður hennar og en vegna ungs aldurs þá var að óska eftir náðin og sennilega var hún náðuð við finnum ekki hana í þessu og annars þetta aldursdreifing kvenna í sambandi við aftökur og en karlmenn eru eldri nema sá yngsti sem hefur verið dæmdur til dauða var 14 ára og það er allt upp í 80-84 og það er í þessu máli í Patreksfirði og en já, eins og ég segi við erum að vinna í þessu við erum að safna á þessu töflu og þetta örugglega eftir að breytast og þetta þessi yngsti 14 ára hann var ekki sennilega ekki tekin af lífi ekki frekar hún Ólöf Jónsdóttir sem að ég nefndi áðan sem var sennilega 13 ára þannig að það þarf eitthvað að búið til samræmi það en svo í sambandi við þjófana að þarna erum við að bera saman hversu margir eru teknir af lífi á Alþingi og á hvaða tímabilum vegna þess að og þið sjáu það að svona þetta gula strik eru þjófarnir sem eru teknir af lífi á Alþingi og þeir náttúrulega teknir af lífi miklu lengra tímabil en það þarna á þessu tímabili er réttað yfir þeim á Alþingi og og það er svolítið merkilegt við að það eru 2 af þessum 76 eru með heimili einhvers staðar. Þetta eru bara flakkara sem eru eru að stela sér til matar, myndi vilja meina og það eru nafnlausir af þeim, þeir eru 34 af þeim eru nafnlausir, það er ekki eins og vita hvað þeir heita en í öðrum brotum, öllum hinum brotunum eru 24 samtals nafnlausir. Ég þarf að gefa í aðeins hérna. En síðan er það hérna með galdrana, að þetta er líka mjög stutt tímabil og það er náttúrulega að tala galdrafár, en eins og ég sagði áðan að þetta er alveg að sama gerast í nágrannalöndunum, það er oft sagt að þar hafi fleiri konur verið teknar brenndar en það er ekki þannig, það var löngu fyrr. En
við kortlagninguna að þá hvað ætlaði ég mér að nýta og ég ætlaði mér að nýta fyrstulega þess að dóma, ætlaði bara að finna nöfnin á þessu fólki og hvar þetta geti hugsanlega verið, hvar eru þingstaðirnir, hvar eru aftökustaðirnir og þetta virðist vera svona alls konar, ofta samt fólk bara tekið að víga á þingstaðnum og það virðist vera að fólk hafi verið yfirleitt dysjað og ég ætlaði að koma aðeins að því en þetta svona það sem að ég hafa hugsað mér að skoða í þessu samhengi dysjarnar, rústirnar á þingstöðum og aftökustaðina, mannabein hafa fundist víðan við aftökustaði og þar yfir þetta þegar það er búið að flytja í 2 málum sem er búið að flytja fólk í Helga grafreit en það misti sem sagt réttinn til þess að hvíla í kirkjugarði sem ég sagði áðan. Síðan er það örnefnin og munnleg geymd og þjóðsögur en síðan er þetta annálarnir sem við höfum verið að nota og alþingisbækurnar. En það er til nú millur af 14 mennar Agnesar sem var tekin að lífi Vastarsólum sem margir þekkja síðust aftöku á Íslandi en þeir voru flutt í kirkjugarð löngu síðar, 100 ára síðar og Öxin og síðan eru til dæmis var bóndinn í Skarðatúni hengdur í reiðskörðum á Barðaströnd og rústi bæði hans eru rétt fyrir ofan og það er kannski bara að skoða þakka og síðan er dysjarindi út víða, þarna er myndað dysjum við Laugarbrekkur og síðan er aftur það er ótrúlega til þess að hugsa að þessi flakkarar sem voru teknir af lífi að þeir hafi búið bara hérna í hrauninu í kringum ykkur og í hellum og út allt og það var nokkri verið skoðaðir og ég veit ekki hvort að Guðmundur Ólafsson er hérna en hann fornleifafræðingurinn hann sagði mig frá því að hann hefði eins og verið kallaður hérna út á Suðurnes að því það var verið að leggja einhverja vatnsveitu lögn og þá opnast hellir og hann sagði að hann hefði ekkert sést á yfirborðinu en svo hafi verið svona, þetta hefði verið næstu eins og holræsi að það var hægt að lyfta einum steini bara flötum ofan þar sem að íbúinn í hellinum að það voru beinum allt mögulegt hafði sem sagt bara skriðið innum og geta falið sig algjörlega en síðan þetta einmitt svona vísbendingar það lífláttnir voru virðast yfirleitt að vera dysjar utan gas og ég ætla að koma með dæmi það þarna er reiðskörðin sem ég nefndi á og það þjóðsögur aðalega það að lík þeirra sem voru hengdir voru bara látnir rotna í snörunni og þetta snerist mikið það var aðra við og ég hef stundum hugsað til þess hvernig Höggstock segir á Þingvöllum hefur litið út vegna þess að það höfuð voru yfir þetta stöng eftir aðhæfðin og það greinlegt að það er einum upprætti sem ég veit sem að bara höfðin hafi greinlega staðið þar þetta 20 ár eins og líkana hengdi og það hafa fundist bein í algargiljum og síðan oft limlestingar fyrir aðhöfðun og það þá fólk limarið og klippið með glóandi töngum eða höggvin af eins og var gert við Bjarna frá 7. áður en hann á hálshöggvin. En það hafa einmitt 2 dysjar verið grafnar upp og það er Guðmundur Ólafsson sem ég nefndi hérna áðan sem að gera það. Þetta er nú bara hérna við Kópavogslækinn eða þetta er hérna bara, það lýsa ekki kannski að Kópavogs sést þarna, þetta er bara vegum sem við keyrum yfir þeirra rétt hjá Arnarnesshæðinni. Það eru sem sagt 2 dysjar, manns og konu og konunni hafði verið drekkt en maðurinn hálshöggvinn og hún var ennþá í pokanum þegar henni hefur verið druslað þarna upp og þannig að það virðist vera að þetta hafi verið gert, það er ekkert víst að hafi verið alltaf og síðan er það Agnes og Friðrik sem við þekkjum sem var tekið síðust af lífi á Íslandi er nú réttar að segja því það nú aftaka einn utan Íslands á Íslandingi eftir það og hefur sett að stangir og það er vitað af því að það er búið að grafa þau upp og höfuðin voru reynda fjallað af stöngunum nóttina eftir aftökuna því fólki fannst þetta svo óhugulegt
en ég held að það líka vísbending að höfðun hafi verið látin standa á stöngunum, nema þarna eru aftökum eiginlega, hætt að taka fólk að lífi. Og svo náttúrulega hún Steinunn frá Sjöundá sem ég nefndi dæmi það að hún dó í fangelsinu á Skólavörðuholti, var krufin af dönskum landlækni hér og kom í ljós að hún fékk heilablóðfall. Það var nú ýmsar sögur sem spruttu út það, af hverju hún dó, en hún dysuð samt á Skólavörðuholtinu en hún ekki tekin af lífi, hún var dauðadæmd og þannig að það dæmi það. Og þannig nú teikning af dysin hennar. Það bara að flýta mér með þetta. Og síðan eru dysjar víðar, eins og til dæmis við Auðkúlu í Arnarfirði, Auðkúluþing. Þar eru dysjar ungra konu og stjúpföður hennar, en þau eignuðust barn saman og það kemur fram í dómnum og það í fleiri dómum að henni var nauðgað, að það ekki talin mildun, heldur að hún tekin af lífi einhverja síður, og stjúpfaðir hennar, þau voru frá Gljúfurá í Arnarfirði og síðan þetta þetta fyrstu vogur og þetta það sem var nú brennt fólk, og síðan þetta bara drekkjahylur í Elliðáni, bara réttir neðan Sprengisand Breiðholtsbrautina, og það mjög líklegt að einni konu hafi verið drekkt þarna, og hún hét Vigdís Þórðardóttir og hún var frá Ingunnastöðum í Brynjudal í Hvalfirði, en hún eignaðist barn, eða fannst barn drukknað í Lind á Ingunnastöðum og hún viðurkenndi að eiga það og hún var dæmd til dauða. En síðan þegar kemur að því að drekkja henni, að þá kemur í ljós að hún á von á öðru barni og hún látin eiga það, og það eru nokkuð dæmi þetta, að það beðið eftir að konur eignist börn og síðan það teknar að lífi, og sennilega var henni drekkt þarna, gæti líka hafa verið í Kópavogslæknum. En síðan náttúrulega, þetta kallað Kulesti sem nú bara Arnarneshæðinni, og þetta einmitt fyrsta aftakan eftir þessum þýskumaður Kules og sem var tekinn af lífi, og hann fyrstur á Íslandi og fyrir utan eftir siðaskiptin. En ég ætlaði líka að sýna það í sambandi við bústaði útilegumanna, það eru til alveg óteljandi örnefni, ég var alveg sem örnefni, Gálgagil og allt út allt og Drekkjarhylir og sem hafa sjálfsagt verið nýttir, en síðan hafa þeir búið eitthvað staðar. En mér langaði líka til þess að aðeins að sýna brot ég alveg verið að búið með þetta, úr hvernig dómar gátu verið, og einmitt þetta með valdamisvægið sem að mér finnst áberandi í sumum þeirra. Það líka ég sagði að það verið mjög fáir svona úr yfirstétt sem eru dæmd til dauða og tekna lífi. Það örugglega sem dæmi það, og til dæmis bróðir Árna Magnússon, hann var dæmdur til dauða fyrir ítrekuð brot og hann var nú prestur, en hann var náðaður, og það bara svipum tíma og verið var að reyna að náða hana Guðrúnu Skaftadóttur í Patreksfirði. En mér langaði að sýna, þetta eitt af frægustu máli, Sunnefumálin, að Sunneva 16 ára þegar hún eignast barn og býr í Borgarfirði Eystri eða Geitavík, og hún segir að presturinn þarna eigi þetta barn, en hún þvinguð til þess að halda öðru fram, og hún kennir bróður sínum sem 14 ára sem ég nefndi áðan að hafa átt þetta barn, og þau eru bæði dæmd til dauða því nú þetta orðið að blóðskammar broti, og flutt upp í Skriðuklaustur til Hans Víum. Það var reyndar Jens Víum faðir hans sem dæmdi þau fyrst, en Hans hafði tekið við þar, og þau eru flutt þangað, nema það að Hans Víum fer með Sunnefu og heldur henni á Egilsstöðum í Fljótsdal, sem bær sem það svona í dag svona 20 mínútna akstur frá Skriðuklaustri að Egilsstöðum, alveg innst í Fljótsdalnum, og hann heldur henni þar, og þar verður hún ólétt aftur. Jón á Skriðuklaustri og hún
er aftur látin segja að þetta sé Jón bróðurinn sem eigi þetta og hann er spurður fyrir dómi hvort hann sé sammála þessu að Sunneva hefði sagt að hann ætti þetta barn og hann svarar það mun svo vera ef hún hefur lýst því en ég er ekki farin að trúa því að hún hafi gert það. Og síðan þegar hún er yfirheyrð þá er hún spurð hvert hún játaði þessa lýsingu vera sem sagt rétt, hvort það vera rétt hjá henni, svarað hún að hún hefði sagt það fyrir hræðslu sakir við sýslumannin hans Víum og og það er spurt, hún með spurt bara hvert hann hefði eitthvað hótað henni og þá segir hann nei, heldur hafi hann gjört það heimilulega þegar hún hefði lýst hann föður að barni sínu þá hefði hann sagt fyrir að hún skildi lýsa hann, Jón bróður sinn, því þetta brotið væri ei verra en hið fyrra. Þetta skipti engu máli hvað sem dauðadæmt og hún var þá spurð hvernig hefði þetta skeð og hún svaraði í baðstofuna hvern barnið hefði komið undir í baðstofuna á Egilsstöðum og hefði þá engin maður við verið því að maðurinn annar sem með hans Víum hefði þangað komið hefði verið á hlaðinu en hinn eftir hverjum hann hefði sent hefði ekki komin verið og svo var hún spurð hver væri faðir að barninu, hún sagði engin annar en sýslumaður hans Víum og lýsi ég hann föður af því. Þið þekki það að urðu mikil málaferli út af þessu og henni náttúrulega ekki trúað eins og margir þekkja enn kannski í dag að að það virðist oft vera að fórnarlömbur ekki talin trúaleg og hún var talin hafa ætlað að koma honum úr sýslumannsstóli úr embættinu og hafi staðið fyrir þessu en þau systkin eru dæmd aftur til dauða en svona afdrif þeirra er ekki vitað. En að lokum, og það eru mörg svona, og eins og ég segi, það er saga bak við öll þessi mál og þarna þá myndi ég vilja reyna að skoða svona þennan þetta valdamisvægi sem er. En að lokum þá hefur bæst aðeins við þetta verkefni sem í samvinnu við Hönnu Björgu Sigurjónsdóttur, prófessor í fötlunarfræðum við Háskóla Íslands. Við erum að vinna saman að verkefni hún fer fyrir stóru verkefni sem heitir Fötlun fyrir tíma fötlunar og henni datt í hug hvort að við gætum skoðað limlestingar sem annar flokkur sem hefur ekki verið farið yfir og það sem hugmyndin sem hún er að hugsa í þessu sambandi það, og þarna nú held ég ný sögn að fatla að það sé verið að fatla fólk, ég held að þetta sé bara sögn sem má vel nota og það sem sagt erum við að leita að dómum limlestingar og þær eru ótrúlega margir líka og það beinlínis verið að fatla fólk, það verið að skera hásinnar í sundur þannig að fólk geta ekki gengið aftur, það náttúrulega verið að limmerja fólk, það verið að merja hendur og það hefur sérstök tæki notið það brennimerkja sem náttúrulega bara verið að auðkenna fólk ýmislegt þannig að hvernig farið var með fólk og þetta ekki þá fyrir dauðadóma heldur bara dómar fyrir ýmis brot, betl til dæmis og þannig að það verður fróðlegt að sjá einhverja tölur úr því og hvernig það kemur út og nú ætla ég að hætta. Takk fyrir. Nú höfum við tíma fyrir spurningar.